Lárus Jónsson, þjálfari Þórs. Lalli, þið gátu tryggt deildarmeistaratitilinn þegar þið fóru í Hveragerði um daginn. Þið ákváðu að fresta því? Já, þetta var svona leikur einhvern veginn við svona áttum bara eiginlega valla möguleika í þá. Það vantaði Felix og til þess að bæta upp fyrir það hefði þurft að spila bara ennþá betur saman sem liði vörn og sókn og við bara einhvern veginn gerðum það ekki, lentum undir og náðum einhvern veginn aldrei að stríða Hamri almennilega. Þegar við hefðum getað komið okkur inn í leikinn þá gerðum við svona klaufamistök og Hamar eru bara of góðir, sérstaklega heimavelli til þess að ná þeim í þenni stöðu. Það verður ekki haft áhrif á mannskapina menn þetta komið. Ég held að þetta hafi verið svona bland, bæði svona spennufall eftir hattaleikinn. Menn hugsa svona, já, nú erum við konum með þetta. Vantar, næstbesta mann okkar. Og svo líka bara þetta svona, hefði við náðu kannski í byrjun að spila rosalega vel saman sem lið, bæði vörn og sókn, þá held ég að hefðum alveg getað tekið þá sko. En svo hann að spila líka inn í að þeir eru nýbúin að bæta við sig sko Julian Rakic sem var sko miðherji fyrir Njarðvík sem ætlaði sér að vera Íslandsmeistari, þannig að hann bara mjög góður leikmaður í fyrstu deildinni og við svona réðum illa við hann undir körfunni, sérstaklega í fjarveru Felix. Snæfell, það næsti leikur. Þetta lið sem hefur átt á brattan að sækja alla vetur en einhver síður það þarf að klára það lið. Hvernig leggst það í ykkur? Bara mjög vel, okkur bara hlakka til og já, við þurfum bara að mæta einbyttir í leikinn og það eru 2 leikir eftir og við þurfum að vinna annan af 2 og vanlegri kosturinn að vinna Snæfell. Og koma svona stresslausir í loka leikinn þetta heima sem að vera þá gegn Vestra sem búin að vera á mikilli siglingu. Já, Vestri eru búin að vera góðir, þeir unnu annan leikinn á 2 móti Hetti og eru bara rosalega vel spilandi lið. Þeir eru kannski ekki með breiðan hóp en við skulum bara pæla þeim leik þegar að því kemur. Á að taka og nótfæra sér í byssuna Kristján Pétur á móti sínu gamlu félögum í Snæfelli. Hann lét nú öllum illa lát þegar þið fóru í Hólmi hérna síðast og var með einhverja 8 þrista. Já, sko Kristján verður ekki með okkur á morgun. Hann er sögum Anna en það er bara einhver aðrir sem stiga upp en ég er ekki viss að sé margir sem geta sett 8 þrista á 9 tilraunum. Það er ekki nema Larry. Kannski Larry bara, já. En allavega þetta góð stemming í hópnum fyrir leikinn? Já, bara mjög svo. Ég held að menn séu bara einbyttir á að klára þetta verkefni. Þið gerið það? Sjálfsögðu. Gangi vel. Takk fyrir.